Biblían talar ekki það að þráin eftir því að vera leiðtogi, að vilja leiða, að vilja vera mikill sé slæm, segir ekki það slæmt. Nei. En frekar að það göfugt að vilja vera leiðtogi og að vilja hafa ábyrgð. En það eitthvað sem hún segir að sé samt slæmt í því að getur verið hægt að þar. Akkurat, hún varar við því að vilji eftir valdi á röngum forsöndum er rangt. Ef þú vilt vald bara til að vera með vald, þá er það rangt. Og Jesús bendir á þetta til dæmis í Markus og Guðspjöllum 10. kafla þar sem að lærisveinarnir hans eru svolítið að þessu. Þeir eru svolítið þeir eru svolítið svona hungaraðir í vald og heiður og hann og þeir segja við hann bara við viljum að þú leifir okkur að vera sikkur megin við þig í himnaríki basically. Tveir af þeim og hann segir nokkur hluti sem eru mjög krúsjál að það er ekki hans að velja það hver er hans hægra megin og vinstra megin það er föðurins og svo leggur hann líka áherslu á ábyrgðina sem fylgir því að vera leiðtogi og það er eitthvað sem við ætlum að tala meir í þættinum í dag. Og hann heldur áfram og eftir að hafa útskýrt kannski þetta nákvæma case sem ára að tala eða þeir lærisveinarnir þá heldur hann áfram og hér er svona megin punkturinn svolítið í þættinum okkar. Vers 42 í Markus 10 Jesús kallaði þá til sín lærisveinarna alla 12 þar að segja og segir og mælti, þið vitið að þeir sem teljast ráða yfir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingjar þeirra láta menn kenna á valdi sínum finna fyrir að þeir hafa yfirvald en eigið sér svo meðal ykkar heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar þjónn ykkar og sá sem vill vera fremstur og sá vill fremstur vera meðal ykkar sé allra þræll því að mannssonurinn Jesús er ekki kominn til að láta þjóna sér heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Já, og þarna er kjarninn kominn í biblíulegri leiðtogamennsku sem er þjónandi forysta að það grundvallast í því að þú tekur þér þar sæti sem er neðst og sem er aftast ert trúr í því og það er grundvöllurinn á því að verða leiðtogi að vera reiðubúin að setja þig aftast og neðst og fylgja því og vera trúr í þeim verkum. Og mér finnst það svo áhugavert í bara þessu fái orðum Jesú, hann er ekki að andmæla því, hann segir ekki það er rangt að þið vilji fá leiðtogahlutverk eða þið vilji vera miklir. Við viljum öll gera eitthvað sem er merkilegt eða skiptir máli. Við viljum sér sérstaklega svona hjá mönnum er það kannski meira eðlislegt hjá köllum að vilja afreka hluti líka konur en svona almennt talað held ég að sé kannski smá munur það sem finnst mér áhugavert að ég sé hann hjá lærisveinunum en almennt talað viljum við viljum öll heiður og við viljum öll ná langt og afreka og vera kannski fremsta meðal jafningja sumir vilja meira en aðrir en Jesús er ekki að segja að það sú þrá sé slæm. Nei. En hann segir, ok, ef þú vilt vera mikill ef þú vilt, þú veist, vera fremstur verður þá aftastur. Ríki Guðs er svolítið svona á hvolfi eða réttara sagt ríki að veraldlegu heimurinn hvernig bara kerfin og hvernig fólk hugsar í dag og svona það sem að ræður yfir heiminum í dag aðskilið frá Guði, það er á hvolfi við það sem að Guðs ríki actually er og í Guðs ríki þá virkar hlutinni þannig að svo sem er lægstur hann er efstur, svo sem er fyrstur hann er síðastur og svo sem er síðastur hann er fyrstur meinandi að ef þú ætlar að mikill þá skaltu þjóna og við sjáum þá og bara nútíma leiðtogafræði er svolítið á þessu það er mjög inn að vera í þjónandi forystu af hverju því að fólk er að sjá að það virkar það vill enginn sérstaklega í dag það vill enginn vera undir yfirmanni sem er bara skipaði fyrir og lítur á sig eitthvað sem betri en þig það er bara mjög lítill ávinningur af því það er rosa þægilegt fyrir þann sem að er yfir
honum líður vel í smástund en síðan fer hann heim tómur og fattar að hann, þú veist, hefði getað gert miklu betra að hann hefði getað þjónað öðrum og lyft öðrum upp en ekki bara hugsa um sjálfan sig. Og bara eitt dæmi þetta sem ég upplifi mjög svona jákvæða útfærslu af þjónandi forystu, þótt að það hafi ekki verið að kalla það nákvæmlega en ég starfaði sem þjónn á veitingastað niðri í miðbæ og þegar ég var í þessu ferli að fá þá vinnu þá tók ég líka prufuvakt á öðrum stað á hóteli niðri í bæ og þar eitt af því fyrsta sem var sagt og ég tók bara eina prufuvakt þarna eitt af því fyrsta sem var sagt var það að hérna er bara viðskiptavinurinn eða gesturinn í fyrsta sæti og við ætlum að mæta hans þörfum og þjónunum og það skiptir ekki máli hvort það sést þú sem þjónn sem gera það eða þú veist kokkurinn eða yfirmaðurinn eða eigandinn við erum bara öll hérna eitt teymi til þess að mæta þörfum og vera gesturinn sinn og þjóna gestinum. Akkurat. Svo mér var það ógeðslega cool að heyra bara ok, það segir mér að yfirmaðurinn minn er bara jafningi minn og það segir mér að ég er að gera eitthvað sem skiptir máli. Já. Það segir mér að leiðtotnir hérna vilja þjóna og hjálpa mér að þjóna og lyfta mér upp og hjálpa mér að ná langt. Og ultimate dæmið þetta er klálega Jesú og hann var klálega maður orða sinna sagði ekki bara til, heldur gera það sem hann lifði hvernig hann predikaði í Jóhannes 13 sem er einn af nokkrum köflum í Jóhannes Guðspjalli síðustu kvöldmáltíðina sem er síðasta svona stund lærisveinanna með Jesú þannig að Jesús veit að hann er að fara að deyja á krossi og hann veit að þetta eru síðustu orðin sem hann mun segja við lærisveina sína ein af síðustu orðunum og síðustu minningarnar og í miðri máltíðinni eða kannski svolítið snemma en allavega hann stóð upp frá máltíðinni til Jóhannes 13:4 lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig síðan hellti hann vatni í mundlaug eða bara dall og tók að þvo fætur lærisveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði sig hann bara lítur út eins og þjónn er að hegða sér eins og þjónn og gera skítuga vinnu að þvo fætur í dag var alveg spes og pínu ógeðslegt. Já, jú, það er það en sérstaklega á þessum tíma þú kannski segir okkur það hvað af hverju var það svona ógeðslegt það fætur voru sko, þetta var bæði bara actually ógeðslegt af því að á þeim tíma gengu menn ýmist berfættir eða í eitthvað svona sandölum þannig að tærnar á þeir voru skítugar most of the time og þetta var líka symbolíst að þú veist fæturnir á þeir voru bara svona þú veist skítugir þeir voru þú veist, það var virðingarlítið að þú veist að sína á þeir fótinn og þetta var líka ákveðið merki svona undirgefni að þú veist krjúpa við fæturna þrífa fæturna, jafnvel kissa fæturna eitthvað svona skilur þannig að fæturnir höfðu mikið gild eða svona höfðu mikið lágt gildi og svona þetta að vera í kringum fæturnar okkur hafði mikla meiningu á neikvæðan hátt í rauninni og þetta er bara þjónastarf þetta er bara eitthvað þræladjobb og þetta tekur Jesús og bara ég ætla að gera þetta og bara eitthvað og hann heldur áfram hann á hana smá samskipti við Símon Pétur og Símon Pétur er bara eitthvað þú veist ofurkjur og bara nei ég varst ekki að gera þetta með mig með ADHD ég veit ekki hvað var málið með hann en skemmtileg karakter en bara ég varst ekki að gera þetta með mig hann bara ef ég fæ ekki að gera þetta við þig þá tengar samleið með mér hann bara ok þú er með allan hausinn hendunar all ég er bara slagur slaka á overreaction enda með því að hann þrýfur fætur Péturs af því að Jesús er að kenna hann leksi hann er ekki actually bara eitthvað til líkt illa kannski líka pottitt en eftir þetta á ég bara umorðað hann nokkuð vers í Jóhannes 13 og ég les aftur frá 12 og segir þegar hann hafði þegið fætur þeirra tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður sagði hann við þá skiljiði hvað ég hef gert við ykkur fattiði hvað ég er að gera þið kallið mér meistara og drottinn og þið mælið rétt því að það er ég
fyrst ég sem herra og meistari hef nú þvegið ykkur fætuna, þá ber ykkur einnig að þvo hvers annar fætur. Ég hef gefið ykkur eftirdæmi að þið breytið eins og ég breyti við ykkur. Sannlega segi ég ykkur, þjónn ekki meiri en herra hans, né sendibóði meiri þeim sendi hann. Þið vitið þetta og þið eru sælir ef þið breyti eftir því. Þið eru blessaðir ef þið lifið þetta út. Og hann að segja, ok, ég leiðtoginn ykkar, ég meistarinn ykkar og drottinn. Fyrst að ég að gera þrælavinnuna fyrir ykkur. Ég ekki bara að gera það sem þjónn gerir, ég actually bara að hefða mér. Ég þjónn í rauninni. Já. Hann að þjóna þeim, verandi leiðtogi. Fyrst að ég að hefða mér svona, fyrst að ég gera þetta fyrir ykkur, hversu mikið ætti þið að gera þetta fyrir hvern annan. Já. Og ég meina, sambarilegt í dag var kannski klósettrif, ég myndi að Jesús kemur til þín eða presturinn eða eitthvað og bara eitthvað með spraybrúsa og tusku hérna og bara eitthvað, þetta klósett þetta skýtut, maður fá að þrífa bara eitthvað, nei, þú veist Jesús Já, nokkulega, bara eitthvað það ekki þitt jobb, ég var þóttinn bara eitthvað, first of all, hi en já, Jesús leiði með því að þjóna við ættum að gera líka þannig biblíuleg leiðtogamennsku og þjónandi fórustan. Já, og af hverju eru við að tala um þetta? Af hverju eru við að tala um þetta í dag? Það að þetta skiptir máli. Yep. Og þetta ekki bara einhver voða fruity, fluffy hugsun, heldur þetta eitthvað sem við eigum að gera. Þannig að þú, kæri hlustandi, við hvetjum þig til þess að íhuga þínar kringumstæður, sérstaklega ef þú ert í vinnu sem talsett líklegt eða ert í einhvers konar samneyti við fólk og jafnvel einhverjum sérlega ef þú nýtur einhverjar virðingar og ert í einhverju stöðu að hugsa með þér, er ég þjónandi leiðtogi? Er ég reiðubúinn að stíga inn í kringumstæður undirmanna minna? Er ég reiðubúinn að vinnu undirmanna minna? Og lít ég á sjálfa mig sem jafningja undirmanna minna eða er ég að horfa of hátt á sjálfa mig og að því að þetta svo staða sem þú hefur fengið frá Guði komin og vertu sá leiðtogi sem að þú ert samkvæmt þeim leiðtoga hæfileikum og leiðtoga tækifærum sem þú hefur fengið en hugsaðu það að þú átt að vera fyrirmynd og þú átt að vera Christ-like sem leiðtogi þannig að það bara svona food for thought. Það þjónandi fórustan. Það það. Og í næsta þætti en þú að tala um leiðtogamennsku af því öll eru við leiðtogar einhverju sviði þá ætlum við að kíkja á orðskviðina og gramsa hans í þeim og sjá hvaða leksíur eru leiðtogamennsku þar. Já. Þangað til.